nú eigum við svo að gera safntíðnina. Ok, safntíðnin þýðir hvað eru margir, já, hérna í þessum reit, þetta er því að hvað eru margir með 1 eða minna. Já, það er engin með 1 og væntanlega engin með minna en 1. Þannig að við getum setja 0 hér, hvað eru margir með 2 eða minna. 0 líka, hvað eru margir með 3 eða minna. Það er engin með minna en 3, en það er 1 sem er með 3, sem þessu. Þannig að þetta er reit. Hvað eru margir með 4 eða minna. Það er 1 sem er með 3 eða minna, hérna samkvæmt þessu. Og 1 sem er með 4, þannig að svarið hérna ætti að vera 2. Alltaf lagi, en við ætluðum að láta tölvuna reikna þetta fyrir okkur. Þannig að, hvernig ætluðum við að finna þennan næsta reit hérna? Alltaf lagi, það er 4 með 5 og það eru 2 sem eru minna en 4. Þannig að hérna myndum við reikna 2 plus 4, það er að segja 6. En við getum látið tölvuna reikna þetta fyrir okkur og sagt, ok, ég seti jafnaðarmerki til að segja henni hún að ég reikna eitthvað fyrir mig. Legðu saman þessa tölu og, ekki tvisvar, þessa tölu og þessa tölu. Og þá birti 6-an. Og núna getur notað töluritinn og hún fattar, þá átti ég að leggja saman þessa tölu og þessa tölu. Og ég get dreigt þetta niður. Þá er ég komið með, já, hann óþarf að fara svona átt. En þá er ég komið með þetta. Allt í lagi, og þetta passar við gögnin okkar af því að hérna stendur 40 manns verður með 10 eða minna sem eru allir nemendunir af því að allir hljóta verður með 10 eða minna. Það síðasta sem við áttum að gera var síðan að búið til stöplarit. Þá er sniðugt að skrifa bara alltaf inn, prófa að skrifa inn hvort að GeoGebra kann það sem við ætlum að láta hann að gera. Stöplarit, hún kann það. Hún býður hérna upp á. Alltaf, ég skrifa stöplarit. Alltaf, viltu búið til stöplarit, þá vantar tölvuna lista af gögnum og lista af tíðnigildum. Alltaf. Og þetta hérna er listin okkar á gögnunum og þetta er tíðnigildin fyrir þau gögn. Við gætum gert þetta eins og við gerum áðan, að velja tölunar, búa til lista og búa til nafn fyrir það og setja það nafnin hér. En við gætum farið í styttra leið, sem við skulum skoða núna. Alltaf, þessi listi er hérna A4 og alveg upp í A13 núna. Þannig að, hvernig skrifa ég það? Ég ætla að byrja í A4 og upp í, það ger ég með tvípunkti A13. A4 upp í A13, það þýðir þessi listi hérna frá A4 og niður í A13. Allt í lagi, og listin af tíðnigildum, hann myndi þá heita væntanlega B4 og upp í B13. Upp í B13. Ok, og svo ker ég það, já, eitthvað búið ég til, en ég sé enga hérna ekkert stöplarit segi. Þetta er samt greinlega það, en okkur sé ég ekki myndina. Og ég þarf nú að opna réttan glugga til hún sýnir mér núna. Ég held að hún hefði átt að birtast í þessum hérna glugga sem við lokuðum upp að við þurfum bara að finna hann, draga þetta til. Jú, hann er hún. Ég get alveg lokað hinn gluggunum. Fyrst ég ætla bara að skoða þessa gildstöflu. Nei, þetta stöplarit segi ég. Já. Og svona lítið stöplarit út. Þetta ætti að passa við það sem við gerðum í bókina okkar hérna. 12 er með 6 og það er greinlega tíðasta gildið.